Good afternoon. Komið þið sæl. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Himneski Faðir, við komum til þín í Jesú nafni. I pray that the word that comes out of our mouths is the word you want to be spoken. Ég bið að orðin sem fara út af munn okkar séu þau orð sem að þú vilt að séu töluð. Touch our lips with your call, Almighty God. Snertu varir okkar með köllun þinni, drottin. Give us the boldness to preach the word as you want it preached. Gefðu okkur hugrekki og djörfunga predika orðið eins og þú vilt að það sé predika. Not to shy away from it. Ekki að við hörfumst undan. Open our hearts and minds to receive the word. Opnaðu hjarta okkar að huga við meðtökum orð þitt. Speak to us today, Almighty God. Talaðu til okkar í dag, þú mikli Guð. Come fire burn. Komdu með eld þinn. Consume the chaff from our minds and hearts. Brendu allt hiskið burtu úr huga mínum og hjarta. That we would come back to that first love. Að við mættum nálgast þennan fyrri kærleika. That once burned bright and clear. Sem við fundum brenna svo skýrt og bjart. Set us on fire again, Almighty God. Og drottin skaraðu eldin og láttu okkur brenna heil á ný. Come, Holy Spirit, come. Kom þú heilagur andi, kom þú. Have your way today. Hafðu þinn hag í dag. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 So people think that sin is sleeping around, lying. Fólk heldur að það að sofa hjá og ljúga og sé synd. Yes? Já. But today I want to look at something a little bit more important. En dag langar mér að líta á eitthvað sem að ég tel að sé mikilvægt. What is the root cause of this continual sinning in our lives? Hver rótar orsökin fyrir synd í lífum okkar? You see, these things are the fruit from the river that's living within us. Þessi hlutir eru bara ávöxturinn af því sem að býr innra með okkur. They're not the main problem. Þeir eru ekki aðal vandamálið. Now, I'm not condemning sinning. Ég ekki að fordæma að synga. But these are just showing us that these are the fruits of us being independent from our Creator. Þetta sýnir bara fram á að við erum að setja okkur aðskilin frá skaparanum okkar. We are living independent lives. Við erum að lifa bara á eigin vegum. Apart from God. Fjarri eða frá Guði. Which is a choice for us. Sem að jú val okkar. Because Christ is in me. Því að Kristur í mér. He's in you. Hann í þér. He's in us. Hann í okkur. This is why pride, ego, arrogance is disgusting to God. Þess vegna allt þetta stolt og hroki og þessi upphafning, hún ekki falleg í augum Guðs. You see this going back to Genesis. Við sjáum þetta allt aftur í fyrstu Mósebók. You know, when Adam and Eve and the snake and they were saying, oh, surely you won't die. Þegar Adam og Eva og snákurinn og allt þetta, vissulega munuð ekki deyja. And the snake says, no, you won't die. Surely God knows you'll be like him. Þið munu ekki deyja því að þið munu vissulega vita, Guð veit að þið munu verða eins og hann. Even if we look at Satan himself. Jafnvel þegar við lítum á Satan sjálfan. He said to God, I don't need you. Og hann sagði við Guð, ég þarf ekkert á þér að halda. I want what you have. Ég vil eignast það sem þú hefur. This is why he was shunned from heaven. Þess vegna var hann kastað út úr himnaríki. As we see in Isaiah 14. Sem eins og Biblían lýsir í Jesaja 14. kapla. You see, we cannot usurp the Creator. Við getum ekki misnotað skaparann. God is God. Guð Guð. We are the created. Við sköpuðu verurnar. We are his creation. Við sköpun hans. We come under him and be changed. Við komum undir hann og umbreytumst. We don't go over him. Við förum ekki yfir hann. He's God. Hann Guð. Who is man that he is mindful of us? Hver maðurinn að þú minnist hans? But because of his love and his grace. Bara fyrir kærleika hans og náð hans. And his patience and his kindness. Og fyrir langlindi og góðvild hans. He perseveres with us. Að þá svona umber hann okkur og gengur með okkur.
There's no way I know better than the Creator. Það er ekki möguleiki á því að ég viti betur heldur en skaparinn sjálfur. We, the Creator, say and think we know better than God. Sköpunin heldur að hún viti betur en Guð. That we don't need Him. Og að við þurfum ekki á honum að halda. I want to put it another way. Mér langar að segja þetta með öðrum orðum. We only need God for our salvation. Við þurfum bara Guð til hjálpræðis okkar. Oh, we can go one step further. I don't need God at all, some people say. Og við getum farið lengra og sumt fólk segir, ég hef enga þörf fyrir Guð. We don't need to fully surrender to Him. Við þurfum ekkert að gefast undir hann. Oh, we don't actually need to be doers of the word. Við þurfum ekkert að vera gerendur orðsins. We can come here every Sunday and every Wednesday and every home group and everything activity the church is giving us. Við getum komið á alla samkomur og alla atburði sem að kirkjan setur á laggirnar. And we become like a fat cats. Og við verðum bara svona feitir kettir. Full of knowledge. Full af þekkingu. But the Bible doesn't tell me I need to have knowledge of God. En Biblían segir mér ekki að ég þurfi bara að hafa þekkingu á Guði. I need to know Him. Ég þarf að þekka hann. That is eternal life. Það hið eilífa líf. It starts today. Það byrjar í dag. The day you put your faith and trust in Him. Daginn sem þú setur trúðin og tröst á hann. Because you can't put your faith and trust in Him until you know Him. Þú getur ekki sett trú og tröst á hann ekki fyrr en þú þekkir hann. We're not coming merely to hear the word and tick a box. Við erum ekki bara að koma hingað til þess að heyra orðið til þess að geta tikkað í boxið. Oh, I'm perfect. I don't need to be changed. Ég alveg fullkomin, ég þarf enga umbreytingu. Well, I'm yet to meet a perfect man or woman yet. Ég hef ekki ennþá hitt fullkomna mannesku enn. I'm good. I'm fine. Já, jú, það er gott, ég fín. Oh, but this is my tradition. This is our culture. Þetta mínar hefðir og þetta okkar menning. What's that got to do with the word of God? Hvað hefur það að gera með orð Guðs? Nothing. Ekkert. It's got no authority over the word of God. Hefur ekkert yfirvald yfir orðið Guðs. But we're coming back to the same thing. Og við komum aftur á sama brunnunum. We are on the throne of our lives. Að við situm í hásæti lífs okkar. We are living independent of God. Við erum að lifa aðskilin eða bara út frá eigin hyggjuviti. Let's think about this for a minute. Hugsum aðeins þetta. It's like the computer saying to Steve Jobs, you don't know what you're doing. I'll take it from here. Það eins og tölvan myndi segja við Steve Jobs þegar hann var að, þetta komið nóg hjá þér, nú tek ég yfir. That's what the ultimate sin is. Það eiginlega stærsta syndi. It is us saying, I am independent from being dependent on you, God. Það það að segja, ég þarf ekki á þér að halda Guð. I'll do it my way. Ég get lifað sjálfstætt og gera þetta bara á mína vegu. And we wonder why things are not working out. Og við veltum fyrir okkur af hverju hlutinir ekki að virka. Oh Lord, I've been around this road before. Why? Ég hef verið á þessu vegi áður. Af hverju? Because your way is not His way. Af því að þínir vegir ekki hans vegir. And His way is not our way. Og hans vegir ekki okkar vegir. And if we want to get it right, we have to go His way. Og ef við ætlum að ná þessu rétt, þá þurfum við að fara hans veg. Let's think about this for a second. Hugsum aðeins þetta. In Ephesians 1, it says that before the earth was formed, Í Efesus 1. kafla þá segir hann að áður en heimurum var grundvallaður. I saw you holy and blameless in my Son. Þá sá ég þig heilagan og lítalausan í syni mínum Kristi. I knitted you together in your mother's womb. Ég óð þig hnauti saman í móður kviði. I saw your unformed substance. Ég sá þig sem óformað efni. I know every hair on your head. Ég þekki hvert hár á höfði þínu. Every thought you're going to have. Sér hverja hugsun sem þú munt hafa. Every day of your life is written down in my book. Sér hver dagur lífsins ritaður í bók mína. Yet we still want to be in control. Samt viljum við vera við stjórnvölinn. Are we cuckoo? Erum við alveg galin? Why? Af hverju?
Why do we not want to render control to God? Af hverju viljum við ekki gefa Guði? Why do we not want to be changed from one degree of glory to the next? Af hverju viljum við ekki taka umbreytingu frá dýr til dýrðar? Why do we tolerate sin in our lives? Af hverju leifum við bara synd í líf okkar? Because we are still God in our lives. Af því að við höldum að við séum Guð í líf okkar. If truth be told, Ef sannleikurinn lagður á borðið, and as the song says, truth is really told, og eins og sálmaskáldið segir að sannleikurinn fellur í strætónum, when we look in the mirror, að þegar við horfum í speilin, we don't see Christ in me, þá sjáum við ekki Kristur í mér. we see Callum. Þá horfum við bara á Callum. And that's the challenge of our lives. Og það áskorun lífs okkar. We must decrease. Við þurfum að minnka. It doesn't say you should consider it. Það segir ekki að taktu þetta til athugunar. It's a nice thing to do. Þetta gott að gera. I can tell you it's not nice and easy and painless. Ég að segja ykkur, þetta ekkit auðvelt og þetta ekki þjáningalaust. When you're going through the process of being decreased, Þegar þú ert að fara í gegnum prósessin að minnka, because your pride and ego is crying out, no! þegar stoltið og hrokin hrópa bara nei! But he knows it needs to die. En það veit að það þarf að deyja. And we are being called by God to something deeper. Og við erum kölluð dýpra með Guði. And that's why the Bible says you need to pick up your cross daily and Þess follow me. vegna segir ritningin að við þurfum að taka upp kross okkar daglega. It's a daily dying to self. Þetta daglegt atferðli að deyja sjálfum sér. Not once a week on a Sunday. Ekki einu sinni í viku bara á sunnudögum. Oh, the pastor put me on fire. Ó, pastorinn hann alveg, þetta var eldpredikun. I'm ready. Ég tilbúinn. Monday comes, oh, I can't get up. Mánudagurinn kemur og I'm all shook up. Whoa. It's us. We can't rely on being inspired and motivated by anyone else but your personal walk with God. Við getum ekki fengið innblástur neins staðar annars staðar, heldur en með persónleg göngu þinni í orði Guðs. It's you and him. Það þú og hann. He's the all-consuming fire. Hann hinn eyðandi eldur. He's the source of life. Hann uppspretta lífsins. No one else. Engin annar. No one else. The whole essence of Jesus and his relationship with us is that we would be one. Heila málið með Jesús og okkur að við verðum eitt. That we would be dependent. Að við gefum okkur að við þörfnust hans. Just like a child and a parent. Það eins og barn og foreldri. This is why childlike faith is so beautiful. Þess vegna þessi barslega trú svo falleg. We take the word. Við tökum orðið. And the word says ABC. Og orðið segir A, B, C. There's no doubt. Það engin efi. We believe it. Við trúum því. We want to know how to apply it into our lives. Og við viljum vita hvernig við aðlögum þetta að líf okkar. How do I live it out, God? Hvernig lifi ég þetta út, Drottinn? How do I let my light shine for you before others? Hvernig læt ég líf mitt skína fyrir aðra? How do I see things in a different way now, Father? Hvernig horfi ég öðrum augum á hlutina núna? Read my words, son. I will remap your mind. Og hann segir bara, lestu orðið, sonu minn, dóttur mín, og ég mun endurnýja hugafar þitt. Yes, God has done a large portion of everything for us. Og já, Guð hefur gert svo stórkostlega hluti fyrir okkur, But he's not going to bring to remembrance something we haven't read. en hann mun ekki geta myndið á eitthvað sem þú hefur ekki lesið. We need to read the word. Við þurfum að lesa orðið. Then he can bring it to remembrance. Og þá getur hann borið það upp í hugaðin síðan. Even if we've only read it once. Jafnvel þú bara lesa það einu sinni. He can remind us. Hann getur mynd okkur á. He's very good at that. Hann mjög góður í því. You see, the problem is sin comes knocking. Sjá, vandamálið þetta, syndin hún bankar á dyrnar. And it says, Og hún segir, I've got it from here. ég með þetta hérðan og hjartan. I don't need it.
Ég þarf ekki á þessu að halda. I don't need you, God. Ég þarf ekki á þér að halda, Guð. I'll go my way. Ég fer mína leið. I know better. Ég veit betur. And that's why we're in the mess we're in. Þess vegna erum við í þessum pitt sem við erum. Because we have individuals running around Því að við erum einstaklingar sem hlaupa who think they know better than the Creator. haldandi að við sem betri en skaparinn sjálf. Who know better than God. Að vera betri en Guð. We don't have the oneness that God so desires us to have. Við höfum ekki þessa einingu sem Guð þráir svo að við höfum. We are not fully surrendered. Við erum ekki undirgefin að heilu. We don't understand that we are one body with many parts. Við skiljum ekki að við séum einn líkami með marga líkamsparta. And you were chosen to be a part of this body. Og þú varst valinn að vera hluti af þessum líkama. And if you're not fulfilling your part because you're just coming to be a fat cat every Sunday, Og ef að þú ert ekki að uppfylla þinn stað og heldur bara að vera feitur köttur á sunnudögum, I'm very happy for you, ég samglæðst þér, but I'm lacking because you're not doing your part. en mig skortir því að þú ert ekki að gera þinn þá. Because the thing that God has called you to do, I can't do. Því að það sem Guður kallar þig til að gera, það And we get need- ég ekki gert. We need each person to be doing what God has called and gifted them to do in the body. Við þurfum sérhverja mannesku að framkvæma það sem þeir eru kallaði til í líkamanum. I'm very grateful that they asked me to sing worship, Ég er mjög ánægð með lofgjörasveitina and I'm sure you're even more grateful. og ég er viss að þið séu mjög ánægð líka. Because I don't mind making a joyful noise to the Lord. Ég get alveg látið gjalla í mér frammi fyrir drottni, But it's not the part of the body God's called me to fulfill. en það er ekki hluti líkama sem Guður kallar mig til. So my anointing is not in praise and worship, Þannig að smurning mín, hún er ekki í lofgjörðinni, but in preaching the word of God. heldur ég að prédika orð Guðs. We study the word. Við nemum orðið. Why? Af hverju? Is it purely for knowledge? Er það bara fyrir þekkingu? That you may puff up, Að þú getur blásið þig upp? sound intelligent in conversations, Hljómað svona vitsmunalegur í samræðum? or to know God? Eða til þess að þekkja Guð? You see, knowledge puffs up. Þekkingin hún blæsu. Love builds up. Kærleikurinn byggir upp. I was reminding that yesterday. Við vorum bara mynd á þetta í biblíulesturum í gær. Love builds up. Kærleikurinn byggir upp. And as we draw closer to Jesus, Og þegar við drögum okkur nær Jesú as we know him more and more, og við lærum að þekkja hann betur og betur and we align with his will and purpose, og við setjum okkur í línu við vilja hans og tilgang, the natural overflow is we will love his people more. og það verður yfirflæði hvernig við elskum aðra meira. We will want to see our brothers and sisters rise up with him. Og við viljum sjá bræður og systur rísa upp í honum. So some of the stuff came from a lady called Alex Selly. Sumt af þessu kom frá konu sem að hét Alex Selly. Just in case I get pulled up for Bara plagiarism. Ykkur googla með að sé ekki með ykkur ritstöld. However, Paul puts it in a different way. En Páll, hann setur þetta á mismunandi hátt. But whatever gain I had, I counted as loss En ég met allt sem sorp for the sake of Christ. fyrir sakir Krist. Indeed, I count everything as loss Ég met allt sem sorp because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Hann segir, en það sem var mér ávinningur met ég nú vera tjón sakir Krist. Þetta er Filippíbreið 3:7-8. Og meira að segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirbörðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. I just read that. Amen. So whatever gain I had, whatever I think is I need to hold on to, Og það sem að ég hef fengið, ég held að ég þurfi að halda í það.
Whatever I think is valuable and important in my life. Það sem mikil smetið og mikilvægt í lífi mínu. Paul's talking here before this about his Roman citizenship and he was sitting at the feet of the famous apostle, the teacher. Og Páll að tala hann með rómverskan ríkisborgararétt og hafði setið við fætur eitt frægasta rabbi hans, Gamaliel, sem var að kenna honum. That's him, Gamaliel. So, these things, he's saying, are not important. Hann að segja þessir hlutir eru bara ekki mikilvægir. But I need to know Jesus. Ég þarf að þekkja Jesú. Of all the things I need to know and need to hold dear to me, það sem ég þarf að halda nálægt hjarta mínu, there's nothing more important than me knowing and being one with Jesus Christ, my Lord and það Savior. ekkert mikilvægt heldur en að þekkja og vera einn og samofin Jesú Kristi. Money comes and goes. Peningarnir þeir hafa vangi. Health will go up and down. You'll be sick, you'll be well, you'll be sick, you'll be well. Heilsan fer upp og niður, heilbrigður, veikur, flensa og allt þetta. Life will throw you a couple of curveballs. Og lífið, þú fær svona erfiða sendingar úr lífinu. If you're putting your faith and trust in anything other than Jesus Christ, en ef þú ætlar að setja traust á eitthvað annað heldur í Jesú Krist, you're going to be crying when it comes. Og þá muntu gráta þegar það ber að dyrum. People, man, work, money, these things will disappoint you. Fólk, peningar, vinna, þetta mun allt valda þér vonbrigðum. But Jesus is constant and consistent. He's the rock. Jesús, hann stöðugur, hann kletturinn. He will never change. Hann breytist aldrei. Gunnar told you you will never be taken from his hand. Og Gunnar sá okkur að það ekkert sem getur hrifsað okkur úr hendi hans. No matter what you go through, no matter what you may suffer. Sama hvað þú ferð í gegnum og sama hvaða þjáningu þú upplifir. In the storms of this life. Í stormum lífsins. He is with you. Það hann með þér. It doesn't mean there's not going to be any storms. Það þýðir ekki að verða einhver stormar. It means he's with you in the storm. Það þýðir að hann með þér í storminu. You're not alone. Þú ert aldrei einn. So let us draw near. Hebrews 10:22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day of drawing near. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hafa hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvindund synd. Amen. Og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni, höldum fast við játningu vonar vorar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Amen. Gefum gætur hvert af öðru, og hvetjum hvort annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðarsamkomur ykkar eins og sumraðir síður, heldur uppörfið hvert annan. Amen. Og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Let us draw near. Við höfum að koma nær. You won't draw near to someone that you don't know. Þú munt aldrei nálgast eitthvað sem þú þekkir ekki. But you can draw near to him with a true heart in full assurance of faith. Þú mátt ganga fram fyrir Guð í öruggu trúartrausti. He wants us. Hann vill eiga samfund við þig. Think about it. All the money in Iceland. Hugsa ykkur bara allir peningarnir á Íslandi. Every krona. Sér hver króna. All the billions and billions and zillions. Allar billjónir og siljjónir. Wasn't enough to pay for your life. Ekki nægt til þess að
greiða fyrir þitt líf. But Jesus came and paid the price. En Jesús kom og greiddi gjaldið. His life for yours. Hans líf fyrir þitt líf. Such love you will never find anywhere else. Þú munt hvergi finna slíkan kærleika. Not even from your dog. Ekki einu sem frá hundinu þínum. That is an unconditional love. Þetta algjörlega, þetta kærleikur án skilyrða. He had legions and legions and legions and legions of angels at his disposal. Á krossunum þá hafði Jesús aðgengi af herdeldum ofan á herdeldir engla. One instruction. Ein fyrirskipun. And we'd be having a very different conversation. Og þá verðum við með allt aðra samræður í gangi hér. But he came. En hann kom. He laid his life down. Hann lagði niður líf sitt. To purchase our life. Því að hann vildi kaupa okkur dýru verði. To purchase our freedom. Að kaupa frelsi fyrir okkur. Now, don't mistake freedom for free will. Ekki rugla saman frelsi og frjálsum vilja. Very different things. Mjög ólíkir hlutir. You have free will. Þú hefur frjálsan vilja. But that doesn't lead to freedom. En það leiðir ekki alltaf til frelsis. Jesus warns us, do not use your freedom to fulfill the desires of the flesh. Hann segir, Jesús myndi okkur á og sagði, ekki nota frelsið til færis fyrir holdið. That's your free will. Það frjálsi viljiðin. Yeah, I can do it my way. Ég get gert þetta á minn hátt. But that's not freedom. En það ekki frelsi. True freedom is surrendering all. Frelsi fjallar að gefa allt eftir. Totally contradictory to how the world thinks and sees things. Þetta algjörlega omvendt því sem heimurinn sér hlutina. When you are his and you surrender to him and his way, Þegar þú hans og gefur þetta hans vilja, he's the provider. þá hann sem sér fyrir öllu. He's the one that sorts out the nonsense. Hann greiður úr öllum flækjum. He's the one that makes a way when there seems to be no way. Það hann sem gerir veg þegar það virðist ekki vera fær vegur. The Jews, the Israelites are standing there, the Egyptians are chasing them, the river's in front of them. Ísraelsmenn stóðu við Rauðahafið með Egyptaherinn í bakið og hafið fyrir framan sig. Moses, what are you waiting for? Strike the river, bud. Og hann sagði bara, Móse, hvert að bíða eftir? Og bara ljósta vatnið með stafnum. Suddenly, there's dry ground in the middle of the river for them to walk and cross. Var þurr jarðvegur til þess að labba yfir And when the Egyptians goes in, the ground is soft, the water comes in and they all drown. Og þegar egyptiski herinn kemur og þá fjall vatnið aftur og þeir drukknuðu. Freedom is not you being in control. Frelsi fjallar ekki að þú sért við stjórnvölinn. It's you being in his body. Frelsi að þú ert líka með hans. Being his child. Að þú ert barn hans. Being loved by the King of Kings. Að vera elskaður af konungi konungana. There's an old song. Það gamall söngur. And I want to pray it over you because I can't sing. Ég ætla að biðja þetta yfir ykkur því ég get ekki sungið fyrir fimmur. This is my desire. Þetta þrá mín. To honor you. Að heiðra þig. Lord, with all my heart. Drottinn af öllu mínu hjarta. I worship you, Almighty God. Lofa ég þig. All I have within me. Allt sem í mér I give you praise. Gef ég þér lof. All that I adore. Allt það sem ég dái. Is in you. Í þér. Lord, I give you my heart. Drottinn, ég gef þér hjarta mitt. I give you my soul. Ég gef þér sál mína. I live for you alone. Ég lifi aðeins fyrir þig. Every breath that I take. Sér hvert andadráttur sem ég tek. Every moment I'm awake. Sér hvert augnablik sem ég vakandi. Lord, have your way in me. Drottinn, hafðu þinn veg með mig. Amen. Amen.
I'll close with this. Ég ætla að ljúka með þessu. Billy Graham, Billy Graham, he says, the closer you get to Christ, því nær sem þú dregur við Kristi, the more sinful you're going to feel. þá muntu upplifa þig syndugri. The closer you get to his holiness, Því nær sem þú dregur þig heilaleika hans, the more apparent your sinfulness becomes. því augljósari verður synduga eðlið. Did you realize that? Gerðu þig grein fyrir þessu? Now, that's not that we may feel judgment or condemnation, Það ekki til þess að við upplifum fyrirdæmingu, but that we may love and appreciate what he's done for us. heldur til þess að við mættum elska og umvefja það sem hann hefur gert fyrir okkur. Yet, whilst I was still a sinner, En því ég var enn syndari, he died on the cross for me. þegar við vorum enn í syndum okkar, þá dó hann fyrir okkur. He died on the cross for you. Hann dó á krossunum fyrir þig. Everyone who's ever seen a true reflection of God Sér hver sem hefur séð rétta mynd af Guði, is truly convicted of his own sin. sannarlega sakbitinn af eigin synd. Peter said, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Pétur sagði, farðu frá mig, drottinn, ég er syndugur maður. The fact that you are aware of your sin Það að þú sért meðvitaður eða meðvituð synd þína and feel guilty about it og finnur þið sekan með það, is a sign of spiritual life. það tákn og vísir upp á andlegt líf til staðar. If you sin and don't feel anything, Ef þú syndgar og þú finnur ekkert, then be concerned. þá ættur að hugsa þau. If you don't get a quickening in your heart when you sin, Ef það verður ekki eitthvað sem hreyfir við þér þegar þú syndgar, pray to God to reablaze the fire. biðdu þá Guðum að skara fram eldinn í hjartanum. This is a good thing. Þetta góður hlutur. Remember, in him we live and move and have our being. Mundu að í honum þá lifum við og hrærumst og eigum alla tilveru okkar. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Efesus 1:3-4 Lofað sé Guð og Faðir drottins og Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinaðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið okkur í Kristi til þess að við varum heilagir, lýtalausir fyrir honum í kærleika sínum. The title of my message for today Og þar fæ ég titillinn fyrir predikunin minn í dag. is the essentiality of oneness. Það nauðsyn þess að vera í einingu eða samofin. There was a pastor, a Chinese pastor, went to America. Það var kínverskur pastor sem fór í heimsókn til Bandaríkjanna. He was going to all these big mega churches. Hann fór til allra þessar stóru megakirkna They said to him, so what do you think? og þeir sögðu síðan við hann, hvað finnst þér? He said, I'm amazed what you're doing without the Holy Spirit. Mig undra hvað þið getið gert margt án heilags anda. I want to pray for us today Ég vil biðja fyrir okkur í dag that if you're far from God, að ef þú upplifir fjarlægan Guði, if you're still sitting on the throne of your life, ef þú situr ennþá á hásæti lífsins, you will surrender all. að þú megir gefast og undir allt. Not just lip service. Ekki bara með vörunum, Oh, yes, Lord. svona já, drottinn. No. True conviction in your heart. Heldur sannfæring hjartans. I want you, God. Ég vil þig, drottinn. And not just a little bit. Ekki bara lítið. I want the fullness of Christ. Ég vil fullnustu Guðs. Because in the times and days we're coming into, Því að dagarnir og árstíðin sem við erum að fara inn í,
We need him more than we need ourselves. þá þurfum við meira á honum halda heldur en sjálfum okkur. All our intelligence, Allir okkar vitsmunir, all our street smartness, allt það sem all klókindi sem við höfum lært í lífinu, all our wheeling and dealing, allir okkar svona, já, klókindi í lífinu, will come to nothing if we don't have him. verður að engu ef við þekkjum ekki hann. And he wants to give us more. Og hann vill gefa okkur meira. Will you avail yourself to more of him? Ef þú gefur þau meira honum, Will you decrease and allow him to increase? að þú minkir og leifir honum að vaksa. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.